Ágætu áhorfendur, það mikilvægt eftir að við erum komin til trúar, það að segja vitnisburðin okkar. Þetta náttúrulega vita allir kristnir menn og sumir eru duglegir við þetta heldur en aðrir, en Drottinn kallar alltaf inn á milli menn til að vitna. Og alveg sama hvort við séum búin að vera lengi að stutt í trúnni, að þá eigum við öll okkar vitnisburð, og það er oft gott, elskuðu vinir, að hverfa aftur til upphafsins og fara inn í byrjunina hjá okkur sjálfum og svona hvað vakti athygli og áhuga minn til að byrja með. Því að það getur verið öðrum mikil hvatning, því að þannig er það þó við séum búin að vera í mörg ár trúaðar manneskjur, að þá eru menn alltaf að koma nýir inn og þeir spyrja sig spurningu og þeir hafa áhuga fyrir hinn og þessu, og þetta vitum við mæta vel að því við vorum einu sinni svona sjálf. Og ég man eftir því þegar ég er sem sagt að stíga mín fyrstu skref í trúnni, að þá kveiknaði rosalega mikill áhugi á mér strax að láta aðra vita þessa leið sem ég hafði fundið, sem er leiðin með Jesú Kristi. Og ég tók fram Nýja testamenti mitt og byrjaði að lesa. Byrjaði bara strax á fyrsta Guðspjalli, Mattheusar Guðspjalli, og ætlaði mér að lesa þetta allt saman í gegn og tók mér bók og blað og blýant í hönd, því að ég ákvað strax að vinnu með þessu lestri. Og allt sem vekti mér áhuga ákvaði ég áður en ég byrjaði að skrifa niður reikningavessin og gefa það út. Og ég sem sagt hef lesturinn og geri þetta, vitna, sem sagt skrifa niður reikningavers sem vöktu mér að hóa, sem voru allmörg þegar upp á staðið. Og ég man ekki, ég held að þetta hafi verið þrétt skrifað 3 eða 4 blaðsíður, sem var allmikið, því miður þá á ég þetta ekki til lengur. Og ég fór, eftir að ég hafði lesið klárað dæmið, að þá fór ég að hugsa hvernig ná ég að koma þessu út. Ég hafði náttúrulega aldrei staðið í neinni bókaútgáfu eða hinnu slíku og þekkti ekki til þessara hluta. Og það endaði með því að ég leitaði ráða hjá Gideon félaginu, sem að ég hafði haft spurnin af og vissi að var að gera góða hluti, og þar með vissi það að þeir væru að gefa skólabörnum Nýja testamenti, því að sjálfur fékk ég frá Gideon félaginu þessa mitt Nýja testamenti sem ég átti í mörg ár og ná því miður ekki lengur til í dag. Þeir voru til húsa á Vesturgötunni í gamla húsnæði Búnaðarbankans eitt sinn var. Og þar fyrir innan er Sigurbjörn Þorkelsson, er hann ekki Þorkelsson? Jú. Og hann er þá formaður Gideon félagsins og tekur mér vel og fer yfir þetta með mér og segir mér jafnframt að það sé nú búið að gefa út svona sveipa þessu og ég hafði verið að pæla í, og gaf mér svo lítinn bækling þar sem með biblíuversum dagsins. Ég var að hugsa eitthvað áþekkt dæmi og það. Og þá, sem sagt, við kvöddustum hérna, við virktum og ég fór að huglega það á leiðinni heim aftur að það hafði nú verið ýmislegt gert áður heldur en að ég fór á stað sjálfur og vissi og gerði uppgöta að Drottinn hafði lengi verið að störfum. En ég þarna nýgræðingurinn í trúnni hafði náttúrulega ekki hugmynd það hvað menn hafði verið að gera, og ég er mjög þakklátur fyrir þetta að hafa farið svona fljótt í þetta verk, að fara út í þetta, því að ég sá og uppgötaði, eins og ég sagði á þann, að það hafði fullt af hlutum verið gert. Það var ekkert nýtt sem ég var að koma með, en þetta vissi ég ekki, og er mjög þakklátur fyrir það að hafa komið svona fljótt að því, því að þá gæti ég farið að snúa mig bara því sem ég átti að gera, sem var einmitt þetta að hugsa þessi mál, hvernig get ég gert hlutina og hvernig er best að framkvæma þetta og hver er mín köllun. Og hann kemur þarna strax eiginlega í ljós að þetta er mín köllun, það er að huga að þessum málum, skrifa, taka saman texta og tala seinna, það kom seinna. En þetta var rosalega góðu grunnur sem ég fekk þarna, og bara að ákveða þetta strax, það er ég svolítið þakklátur fyrir að sjá þetta. Drottinn sýndi mér þetta strax, mikilvægi þess að orðið gengi út. Ég hef aldrei veiklast augnablik í því að það er bara staðreynd sem að
sem að ég hef búið allt síðan og við veitum öllum í dag, en við verðum að muna það að það eru fullt af fólki sem að stíga sem fyrstu skref sem veit ekki það sem við vitum eftir 20, 30, 40 ára eða Guð má vita hvað langur tími frá því að við tókum trú. Og það mjög mikilvægt og ég man alltaf eftir því ég bað Drottinn að gefa mér þetta, að gleyma því aldrei hvernig ég tók við og hvað ég vildi gera og svo framvegis. Því að það eru margar spurningar sem að ég spurði sjálfa mig, eru nýgræðingurinn að spyrja sig í dag. En það ekki svo sem fyrir mig að hafa hann áhyggjur af þessu, því að við vitum, alveg svo ég veit og sá og fann og upplýði að Drottinn var með mér strax. En fór að sýna mér það hvað þetta og jú, það var búið að gera margt. Ég komst að því mjög fljótlega að það ekkert nýtt undir sólinni. Það sem ég var að pæla í, það var búið að gera það og allt lagi með það. Því miður það á ég nú ekki þessa uppskrifuðu ritningateksta sem ég tók saman á þessum tíma, en ég hef mjög gjarnan viljað það. Þetta svona, maður kærulaus við þetta og hugsa ekki alltaf mjög langt fram í tíman, þetta svo sem hefur maður orðið og getur alltaf glöggað í það. Þetta svona verið skemmtilegt fyrir mig sjálfan að eiga þetta og kannski hefði verið gaman fyrir eitthvað líka að sjá þessa ritningateksta sem þarna komust yfir á blað. Og ég sem sagt fæ strax alveg rosalegan áhuga á orði Guðs, bara strax rosalegan áhuga, því að það lögst upp fyrir mér þegar ég frelsaði að Drottinn var bara svarið. Að það var til hel, það var til himnaríki, það var til breiðuvegur, það var til mjórvegur. Og þetta sá ég strax og ég fer sem sagt að reyna að boða, en komst fljótlega að því að þær dyr voru bara alls ekkert opnar. Þær voru flestar bara lokaðar. Og ég komst líka að því að þegar ég ætlaði að fara að boða trú innan fólk, að mér var bara alls ekkert vel tekið allstað. Þetta gömul saga og ný. Og það mjög mikilvægt einmitt að við munum eftir þessu, hvernig við vorum sjálf, hvernig við brugðum sjálf við því sem við fólki sem kom og vildi tala við okkur Guðs orð. Við tókum því bara ekkert allt og vel. En núna við þarna með í borð, þetta fólk sem að boða trú og mætum sömu viðbröðum og við lesum í Biblíunni. Páll til að mynda honum var ekkert allstaðar vel tekið af heiðingjum og sínum gömlu félögum sem að bara ég vildi ekkert með hann hafa lengur eftir þetta, og það þetta sem við upplifum. Og þess vegna það svo mikilvægt að hlúa vel að nýgræðingum, þessum nýbyrjaða sem veit ekki allt það sem við vitum. Reynslan á eftir að kenna hann margt, alveg svona við kent mér og þér, en hann veit þetta ekki, en hann þarf að stíga þessi skref. Þess vegna það svo mikilvægt fyrir okkur sem lengra komnir að við styðjum dálítið mikið við bak þessara ungu mann og kvenna í trúnni. Ungu mann og kvenna segi í trúnni, við getum verið á hvaða aldri sem en við erum misjaflega gömul í trúnni vegna þess að það svo misjaflega langt og stutt síðan við komumst til trúar. Og þetta lærði ég mjög fljótlega að þetta ekkert áhlaupsverk, þetta langhlaup að boða, og þetta endalaust í gangi, og ég búin að vera að trúa síðan 89 og í dag 2014, og þetta ennþá sama hindrunni sem að verða var við og verða fyrir eins og var þá. Það hefur ekkert breyst, af því að Drottinn sami og hann sá sem að fer fyrir, og við sem erum lengra komnir, okkur ber skylda til þess að fræða þetta yngra fólk, hlúa því, styðja það og umfram allt að leyfa því að reyna og spreyta sig, og þegar það fær á sig ykkur högg eins og má búast við, að við séum þá til staðar fyrir þetta fólk. Og ég var svo heppinn, og auðvitað sér Guð allt, að ég átti þetta fólk sem var til staðar fyrir mig, og það hjálpaði mér og hlúði að mér og svona þegar maður var kannski komið særður heim. Þetta þurfum við að vera. Við þurfum að vera fyrir þetta fólk, við þurfum að vera fyrir hvort annað, að því að reynslan, hún kennir okkur svo margt. Ég tala núna eftir 24 ár og rifja upp tímana sem var þegar ég var að byrja, þegar maður sá þetta allt saman í allt öðru ljósi heldur maður sér það í dag, þegar maður vissi ekki þessar hindranir, hafði gleymt í sjálfur að því maður var búin að finna svarið sem að Jesús
hafði gleymt því að það eru bara fráleitt allir á þessum stað og fæstir af þeim sem við þekkjum eru á þessum sama stað og við erum komin á í dag. Og þetta þarf að virða. Og þetta þarf að vera, sem sagt, láta nýgræðingi vita að sé, en hann verður auðvitað að stíga sín skref í trúnni og rekur sig á og kemur kannski særður tilbaka inn í kirkjuna, og þar þurfum við að vera handa fyrir þetta fólk til að uppörfa og hvetja, og umfram allt fyrir nýgræðingin rosalega mikilvægt að taka við kennslunni úr púlti segi, því að þaðan talar Drottinn til safnaðarins. Við getum verið að fræða menn bara allt og ekki neitt, og við erum að tala margt til fólks sem að kannski við höfum ekki alveg vita á, en það púlti sem við eigum að hlusta á, því að þar talar rödd Drottins, númer 1, 2 og 3. Og svo líka annað sem ekki síður mikilvægt, það það að við sökkum okkur niður í orð Guðs. Þetta gerði maður sjálfur alveg linnulaust, en það var ekki vegna þess að ég væri svona áhugasamur þetta. Drottinn setti mig í þá stöðu þegar ég var að byrja í trúnni, það koldist yfir mig ákveðin svona erfiðleikar, og hann bara setti mig í orðið. Því að þar var eini staður sem ég fekk frið á, í orðinu. Og ég las í marga klukkutíma á dag. Ég á nú til vitnisburðum þetta líka, og þú kannski hefur séð hann. En hitt var svona líka áhugavert hvernig maður ákvað strax að gera þetta. Ég ákvað strax að fara út í það að skrifa niður, búa til einhvað sem ég geti rétt öðrum. Það kemur strax þarna þetta trúboðshjarta upp í manni sem hefur raunverulega ekkert farið. Ég veit ekki hvað oft ég hef setið yfir orðið Guðs og hugsað mér sjálfum, hvernig á ég að gera þetta, hvernig næ ég best til fólks. Eftir 24 ár ég raunverulega ennþá að velta þessu fyrir mér, hvernig best að gera þetta, hvernig næ maður best til fólk, því að maður raunverulega ennþá á sama stað hvað þetta varðar, að staðan þessi, það vantrú í heiminum og ég á til trú. Kristur til staðar, hann vil hjálpa öllum, hann fyrir alla, elskar alla, og ég þarna einhvers staðar inn í þessu öllu saman og gerandi það sem ég get gert, og þess vegna þetta alltaf spurningin hvernig á ég að gera þetta. Og tíminn og reynslan hefur sýnt mér það að Drottinn heyrir í mér og ég heyri í honum, og ég þarf að hlusta á hann veit það sem ég veit ekki, hann veit hvernig best að ná til einstaklingsins. Því að það, og annað líka sem að ég hef lært, og þú veist eflaust að það gildi ekki kannski 2 sömu aðferðir við einstaklingin. Þú notar þessa aðferð við þennan og þú notar hinn aðferðina við hinn, en Drottinn sýnir þér aðferðina við hvern og einn. Þetta orð sem talaði til mín á sínum tíma, sem var nú tunguna, ég vitnaði líka, hún kannski höfðar ekki til þín, en það kannski einhver annar ritningarstaður sem myndi höfða til þín til þess að ná þér á þann stað þú farir í það minnst ígrunda orðið með öðrum hætti en var. Drottinn veit það, og þess vegna gæti svo farið að ég læsi hann upp fyrir þig, sem að höfða ekki til mín á sinni tíma, en höfða til þín, að því við erum sitt hvor manneskjan, en Guð þekkir báða. Og hann elskar þig jafn mikið á mig og hefur jafn mikla trú á því að þú komi inn, alveg svo ég kom inn. Ég ekki merkilegri maður heldur en þú, og heldur ekkert ómerkilegri, ég bara sköpun Guðs rétt eins og þú. Og þetta vitnisburðurinn minn, að hann þessi, að ég fekk rosalegan áhuga strax á því að boða öðrum trú, og ég fór strax að upphugsa leiðir, og Drottinn fór strax að gefa mér aðferðir, þó svo að það hefði verið búið að gera þetta væri til í stóru bunkum, að þá var það ekkert endilega það sem hann var að pæla í. Það vildi sýna mér það að það búið að vinna fullt af vinnu, og ég þarf að gera mína vinnu, ég á ekki að vera að apa upp eftir öðrum þó ég ekki vita að ég væri að því. Hann vill að ég fari bara inn á þá braut sem hann hefur lagt mér og sem þessi braut. Og hana hef ég farið, og á henni ég ennþá að gera sama og ég hef alltaf verið að gera í gegnum þessa trúargöngu mína, sem að boða öðrum leiðina í gegnum Jesú Krist,
sem alltaf nummer 1 og 3. En ætlum við segjum þessum vitnisburði ekki lokið og við bara höldum þessu verki áfram eins og Guð vill, og ég trúi því að Guð sé að endurvekja vitnisburðin aftur. Hann gerir það alltaf öðru hvoru reglulega, og ég bara kveð og trúi því að þú hafir fengið einhvern áhuga á því að segja bara jafnvel þinn vitnisburð sem þú átt, því að þú átt ekki minni eða ómerkari vitnisburð heldur en ég. Þetta snýst ekkert það, heldur að nafni Drottins sé lyft upp í hæðirnar sem það á að vera á, Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson kveður og vonandi bara heldur þessu vitnisburðardæmi áfram, því að það alltaf gaman að heyra vitnisburði og það alltaf gaman að segja sinn vitnisburð, Jesú nafni. Amen.